Ring og Rúrik Haraldsson. Handrit og leikstjórn sá Þráinn Bertelsson en framleiðandi Nýtt líf. Lítið miðar við lausn innbrotsmálsins, jafnvel þótt lögreglan dreifi fingrafararduft yfir svæðið. Einar býður Malín að koma í skemmtisiglingu umhverfis eyjarnar og segir henni að hann vilji kaupa hlut í fyrirtækin og freista þess að koma því á réttan kjöl. Eyvi tilkynnir foreldrum sínum að hann hafi ekki áhuga á því að taka við rekstri fyrirtækja þeirra, enda sé reksturinn byggður á svindli og óheiðarleika. Gúrkan tjáir þeim gamla að allmiklir peningar hafi verið geymdir á skrifstofunni og að myrkrahöfðinginn hafi staðið á bak við innbrotið. Ólafur hefur áhyggjur af því að Einar og Malín séu ekki eingöngu að ræða viðskiptamál á sjónum og veitir þeim eftirför á sæsleða, en slasast þegar hann lendir í árekstri við bátinn. Lögreglan verður vör við að sá sem braust inn á skrifstofuna að brenna einhverju út í hrauni en tekst ekki að hafa hendur í hári hans. Pappi! Sýrena. Lögreglan sé að koma hingað.
Jæja, Dísa mín. Þú hristir þetta af þér, kallinn. Hann gerir það. Jæja, Dísa mín, strákarnir ykkar bíða frammi. Viljið ekki skiptast á að sitja hjá honum? Þú getur þá hvílt þig á meðan? Finnst þér líklegt að ég geti sofnað núna? Ég veit það ekki. Við getum þá spjallað saman. Ég kann það ekki. Ég þegi þegar ég ætti kannski að segja eitthvað. Og þegar ég ætti að þegja, þá tala ég. Takk fyrir komuna. Eins og gaddfreðin Ísa. Og satt bara þarna hjá honum. Þú ert nú heldur ekki mikið fyrir að tala það hvernig þér líður. Þið kannski líkar en þú heldur. Halló. Jæja, þið bara komið. Hvernig var myndin? Þetta var svona byssumynd. Hvað er að frétta Ragnari? Og svo sem ekkert gott. Og því lengur sem hann meðvitundarlaus, þeim mun minni vonir til þess að hann nái sér, segja læknarnir. Annars það aldrei að vita. Viljið þið ekki fá eitthvað? Nei, takk, ég held ekki. Góða nótt, ég fann að sofa. Og þú ætlar að rjúka af stað í fyrramáli. Þér velkomið að vera hérna og hvílari hjá okkur í nokkra daga. Skoða þig Nei, þakka þér fyrir. Ég held að þessi skoðun það verið alveg nóg. Það var bara klaufaskapur. Liggur þér eitthvað á til Reykjavíkur? Já, það nú bæði það ég þarf að fara að vinna og svo ætla ég að láta almennilega sérfræðinga kíkja á handlegginn á mig. Já. Lýst þér ekkert á þessa skottulækna okkar? Nei, það ekki það. Þeir eru eflaust ágætir en þeir eru með betri tæki í Reykjavík. Ó, já. Já, væni minn, þú hefur þetta eins og þú vilt og þú þarft ekki að vera hræddur stúlkuna. Akkur ætti ég að vera hræddur hana? Nei, hún í góðum höndum hérna hjá okkur, það ekki, Lisbeth? Ég vona það. Ef þú vilt fara að sofa, þá var Malín búin að koma dótið þitt fyrir í gestaherbergið. Takk fyrir.
Það var fallega gert. Jæja. Ég vil ekki að þú misskilji mig. Ég ekki búin að ákveða eitt eða neitt. Mér sýnist þú nú verið bara að ákveða að það sem við vorum búin að ákveða sé allt saman óákveðið. Akkur getur ekki reynt að skilja mig? Mér sýnist þú ekki að neitt ná á því hvort ég skilji þig eða ekki. Það eina sem kemst að því öðru sé fyrirbæri hérna á eyjunni. Þú hefur enga ástæðu til að vera afbrýðisamur. Já, ég hef ekki meira að segja. Ef þú hefur áhuga getur haft samband við mig innan viku. 10 daga. Hvernig er lykillinn? Í gamla daga stóð kirkjan alltaf opin. Já, heimu versnandi fyrr. Þarf ég að fara með þér inn? Nei, farðu heldur og fyndan bróður þinn. Ég þarf að tala við ykkur báða. Ok. Já. Ég hingað komin til að sækja opinbert bréf. Hvað meinarðu með opinbert bréf? Opinbert bréf til mín frá rannsóknarlögreglu ríkisins. Þá hafa komið með kaffivélina. Kom ekkert bréf til þín með vélni? Hvorki opinbert eða óopinbert. Ertu viss? 100%. Sko, ég skil ekki hvernig svona laga getur misfærist. Hins vegar kom þessi smá pakki, en ég sé ekki neitt beinlinnis opinbert við hann. Býtu. Nú ég vona því að málið fara að leysast. Hvaða mál? Nú, innbrotiðin á skrifstofuna þína, maður. Rannsóknarlögregla ríkisins var að senda mér fingrafaraduft. Já, njóttu heill, vinur. Fingrafaraduft. Hvað var það nú eftir? Það skal ég segja þér, duft sem búið til úr fingraförum. Þeim safnað saman og svo eruðu frostþurrkuð og mulinn og síðan bleitt upp í heitu vatni. Þetta ekki ósvipað og neskaffi. Lögreglumenn drekka víst mikið af þessu. Hingað til svo ég býði ekki í þeim hún frelsuð í ofanálag. Það ekki þar með sagt að hún sé frelsuð. Kannski hún bara að þakka fyrir þetta með pappa. Ef Guð hefur eitthvað með það að gera að pappi skuli vera á batafi, þá það vegna þess að hann þorir ekki öðru fyrir henni. Hún ábyggilega beðið fyrir honum í nótt. Ég gerði það nú reynda líka. Ekki svo að skilja maður trúi á hann. Hún hefur aldrei beðið neitt neitt, hún hefur alltaf skipað. Og ef hún í kirkjunni núna, þá hún örugglega ekki þar til að þakka fyrir sig. Heldur til hvers? Hvað veit ég það? Þú veist ekki að kvart eða skammast yfir því að pappi skulle hafa fengið slag á þess að veri fyrst bórið undir hana? Þú þarft ekki að vera vondur út í mig, hef ég eitthvað gert þér? Fyrirgefðu, En þú getur sagt þín að ég ekkert vantala við hana. Segð henni það bara sjálfur og þorir, ég engin senditík fyrir þig. Heldur ég sér hræddur við hana? Þú þorir að minnsta kosti ekki að tala við hana. Ég að fara niður á náttúrugripasafn, þú getur komið með hana þangað þegar hún búin að gefa þeim í himnaríki dagskipunina. Djöfull heldur þú sér töff. En það þú sem ert líkur henni. Og hverjum ert þú þá líkur?
Ég ekki líkur neinum. Ég yngri bróðurinn. Svo átti ég líka að verða stelpa, þannig að ég bara skemmtilega barnið. Þá ég skuttlaði niður eftir áður í sækjana. En þá að bíða eftir með augnablik? Algjör óþarfi að taka þetta svona illa upp. Maður skilur nú fyrir skellur í tönnunum. Ég er bara loksins búin að setja upp reikningana og átta mig á stöðunni og nú ætlum við afi að setjast niður og fara yfir það hvernig málin standa. Bókhaldarunum er sagt að hypja sig. Fyrirgefðu, ég sagði bara þú þyrftir ekki að vera. Komdu og verð endilega hér. Æ, fyrirgefðu. Blessuð, fáðu tölvuna til að gera það. Hún getur ábyggilega gert það betur en ég. Ég datt ekki í huga að riki svona upp. Hann jafnar sig. Ég ætlaði ekki að særa hann. Hann verður orðinn góður á morgun. Ég held að ég sé loksins komið yfirlitið við stöðuna eins og hún er í raun og veru. Að vísu vantar í þetta bókhaldsgögn sem kannski skila sér aldrei. En þetta er staðan. Nú já. Og hvar get ég séð hana svona, alveg nákvæmlega? Hvað meinarðu? Já, þú verður að fyrirgefa þó ég tali beint upp úr pokanum, væna mín. Ég hef aldrei skilið upp niður í svona pappírum, aldrei. Það eina sem ég skil eru skuldir og eignir. Og það sem ég vil fá að vita er hvort ég á meira en ég skulda. Eða hvort þetta er allt komið á hausinn. Þú veist nú vel að þetta er ekki svona einfalt. Fyrirtækið í rekstri er meira virði en skuldirnar. En það vantar meiri peninga inn í reksturinn. Ekki tala reykvísku við mig, væna mín. Áttu við að þetta stefni allt í strand? Það fer allt eftir því hver stendur við stýrið. Ertu að reyna að segja mér að ég sé orðinn ógamall til að standa í þessu? Þú sagði mér sjálfur í vor að þér finnst þú vera að drukkna í pappírshafi og að þið vantaði einhvern til að draga þig upp úr öllum þessum pappírum. Sagði ég það, já. Ef þú selur allt fyrirtæki núna, þá stendur uppi slippur og snauður. En ef þú selur til að mynda traustum aðila, helmingina fyrirtækinu, þá getur útgerðin átt góða framtíð fyrir sér. Traustum aðila? Já, það er skrítið fag við skiptafræðin og hvar ætti ég að finna traustan aðila sem væri nógu vitlaus til að kaupa helmingin af skuldunum mín? Ég veit hann. Ef þú ert að tala eina þá á hann ekki bót fyrir borun á sér. Nema þetta veð sem hann lánaði mér til að ég geti gert upp viðgerðarkostnaðinn. Hvar ætti hann að taka peninga? Ef hann getur ekki útvegað það sem til þarf, þá er hann ekki maður til að taka við útgerðinni. Hvað þig? Ég kem þessari útgerð ósköp lítið við. Þú ert afi minn. Það þýðir ekki að ég sé ný útgáfa af þér. Þórdís! Sælvertu, Þórdís mín. Hvað er að frétta á honum Ragnari? Þakkaði fyrir, hann er kominn til meðvitundar. Og hvað segja læknarnir? Skilurðu hvað ég meina? Það er víst ómögulegt að segja til að hve miklu leyti hann að sér aftur. En hann er úr lífshættu. Æ, það var gott að heyra. Reyndar var ég búin að heyra að það hefði verið algjört kraftaverk. Hvað hann var hress þegar hann komst til meðvitundar. Þetta er lítill bær og fréttirnar eru fljótfara að berast. Hvað er að frétta af strákonum ykkar? Bara allt gott. Eyjólfur er að vinna á náttúrugripasafninu. Ég er á leiðinni til hans. Nú, er hann hættur í búðinni hjá ykkur? Þú berð honum Ragnar í kveðið mína og ég lít til hans á morgun ef það er í lagi. Já, þakkaði fyrir. Vertu blessuð. Já, þakka ykkur fyrir. Bless. Hvað þurftur að vera að spyrja hana út í strákana? Eins og hún hafi ekki nóg á sinni könnu. Eyvi er farin að heiman.
Hann farin að búa heima hjá Einari. Heldur ég viti það ekki, og hvað með það? Hann sagt að Þórdís sé alveg vitlaus yfir þessu. Af hverju? Er hann ekki orðið myndugur drengurinn? Þú þykist nú aldrei skilja neitt. En henn alveg sérstaklega illa við að Eyvi fór heim til Einars því Einar vinnur hjá bróður hennar. Já, það hefur eitthvað styrt á milli þeirra systkinanna undanfarið. Undanfarið? Alveg frá því að voru að búa með Lísbet. Þórdís sá alveg hann þegar hann misti konuna. Svo var Lísbet allt í einu komin í spilið og þá þurfti hann ekki frekar og systur sinna að halda. Þetta bara sjúkleg afbrýðisemi. Meira hvað hún nennir alltaf að vera með nefið hún í einkamálum annars fólks, elskar mig. Hvað kemur manni meira við en fólki sem í kringum hann? Og eitthvað skárra að vera með nefið hún í fjármálu þess eins og sumir? Ætli við bætum ekki hvort annað upp. Skilurðu hvað ég meina? Góðan daginn, Óskar! Hvað hefur komið fyrir jakkan þinn? Ætli það ekki bara rifnað af forvitni? Þarna fékkst á baukinn. Ó, jæja. Ég búin að komast að þessu fyrir kvöldið. Ég fekk skilaboðin frá þér. Hvaða skilaboð? Það þessi mér að kenna að pabbi skulle hafa fengið slag bara því ég tók upp á því að flytja heiman. Sagðir þú þessa vitleysu? Nei, bara að þú vildir að ég flytti heim aftur, pappa vegna. Ég held honum þetta góða fréttir að þú flyttir heim aftur. Í bílið að minnsta kosti. Og það ríkti friður á heimilinu. Það hefur aldrei verið friður á heimilinu. Þú er alltaf verið eins og harðstjóri yfir okkur. Allt sem við höfum gert hefur verið tóm vitleysa. Ef maður gerir eitthvað, þá er það illa gert eða ómögulegt. Og ef maður gerir ekki eitthvað, þá er það vanræksla eða leti eða trassaskapur. Þú ert sérfræðingur í sektarkennd. Það er ekkert smáræði sem ég hef gert á hlutaðinn, Eyjólfur minn. Þarna sérðu. Það er alveg dæmigert fyrir þig. Nú á ég að fá sektarkennd fyrir að vantlaka þér uppeldið. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir uppeldið. Og ef ég eignast einhvern tíma pening, þá skal ég borga þér útlagðan kostnað, mínu vegna. Allavega kæri mig ekki að skulda þér neitt. Þú skuldar mér heldur ekki neitt. Nema kannski einn hlut. Það gat nú vel. Og hvað er það sem að ég skulda þér? Ég held að börn skuldi foreldrum sínum ekki neitt fyrir að þau eru sjálf orðin fullorðin. Og nú segist þú er orðin fullorðin. Og komið á skuldadóin? Já, vonandi. Ég veit ekki hvernig ég get útskýrt þetta fyrir þér. Ég held að allir foreldrar blekki börnin sín vísvitandi. Þeir reyna að láta þau halda þeir séu sterkir og fullkomnir og ósigrandi. Þetta er gert til þess að börnunum líði vel. Og svo koma unglingsárin. Og unglingarnir sjá ekkert eins greinilega og ófullkomleika foreldrana. Kannski finnst þeim þeir hafa verið blekktir og eiga erfitt með að fyrirgefa. Og svo taka fullorðinsárin við. Og þá er komin tími til að fara að líta á foreldra sína eins og venjulegar manneskjur. En þú ert þá alltaf móður mín. Hvernig á ég að líta á því sem venjulegan einstakling? Ætli það sé ekki manndómsprófið. Heyrðu, mamma. Og ég þá ekki líka að fara að líta á því sem venjulega mannesku? Ég góði þegiðu nema sé verið að tala við þig. En fylgir það þá ekki með í kaupanum að þú fara að líta á mig sem sjálfstæðan einstakling? Jú, eru það ekki kaups? Heyrðu, ef bróðir minn er allt í orðin að sjálfstæðum einstaklingi og móðir mín orðin að mannesku, hvað, er ég þá ekki móðuleg steinbirni?
eitthvað býðir eftir okkur á græjanum, ha? Hvað getur verið að vilja? Kannski ætlar hún að tellja upp úr skipinu svo strákarnir álpis ekki til að taka með sér heim í flóði, ha? Ætli hún hafi ekki frekar hugsað sér að telja kjötlæri sem þú tekur með þér heim úr búrinu? Ef ég sagt þér einhvern tímann að hverju konur hafa fleiri heilaselur en hænsni, ha? Það er svo að hlaupa ekki maður skítandi. Ég var bara að grínast, maður. Heyrðu, askot hún eitthvað svolleg, ha? Enda hefur hún örugglega fengið það vel og vandlega hjá kærastanum í nótt. Hann útskriðast að spítalanum í gærkvöldi. Svei mér þá hefur hún ekki ennþá rjóð í kinnum, ha? Hættu þessu röfli, maður. Hvað, ertu hann heilaga, maður? Hvað er eiginlega að þér? Þér væri nær að fá útræst og heilbrigðan hátt í þess að skeita skapinu alltaf á mér, maður, ha? Upp með húmórið, maður. Hvað er aðeins? Það er smá vandamál borð. Má ég ræða það við útgerðarstjórann eða stýruna? Fenguður matareitrun hjá þig? Nei, það var nú ekki svo slæmt, en þú mætti kannski reyna að gera eitthvað fyrir skipstjórann. Hann er orðinn svo rosalega geðvondur. Það væri þá helst að reyna út hjá honum betri kokk. Menn eru yfirleitt góðir í skapinu þegar þeir fá sæmilegt að borða. Skalt þú fara að koma þér að verkstjórann að hjálpa strákunum? Annars getur þú tekið pokaðinn á stundin. Jafúl, mann kapteinn. Sagði ég ekki? Hvað var hann að röfla? Hann sagði þú orðinn geðvondur. Já, já. Og hvað með það? Ekkert. Þegar maður er óþarf að vera geðvondur við mig. Ekki hef ég gert þér neitt, eða er það? Nei, hvað ætti það svo sem að vera? Ég veit það ekki. Ekki nema þú segir mér það. Af hverju stendur þú hér? Er kærastinn ekki komin heim að spítalanum? Ef þú ert að tala um Ólaf, þá fór hann til Reykjavíkur í morgun. Svo þú hefur þá tíma til að sinna útgerðin eftir þér. Heisi, þú ættir ekki að hika við að kæra þetta. Við sáum allir þetta var líkamsárás. Gert eitthvað fleira fyrir þig? Ég ætla að biðjast afsökunar. Ertu að bjóða fram hinn vangan? Það er naumast útkristilegur. Nei, býtu. Ég ætti líka að biðjast afsökunar. Þú lást bara svo vel við Hauki. Ég átti það skilið. Það á enginn skilið að vera barinn. Ég veit nú einn eða tvo. Það leysir engan vanda að missa stjórn á sér. Ég er nú að hugsa að leyfa mér það samt. Ég misti stjórnum hér. Það getur komið fyrir besta fólk. Heyrðu, á ég þá ekki að skjóta sniðrættir og færa þér einhvern bita? Jæja. Já, væna mín, jæja, þú kemur þegar þú kemur. Já, blessuð. Þetta var Malín. Hún sagðist ekki komið í kvöldmatt. Já, hvað er hún? Já, hún er á skrifstofunni, sagðist vera farið við eitthvað í bókhaldinu. Jæja.
Er það eitthvað sem ekki geta beðið? Já, það hlýtur að vera. Annars er þetta merkilegt, því að þegar ég kom við þarna áðan og ætlaði að sækja hana, þá hitti ég Gunda. Og hann sagðist hafa séð hann að fara fyrir meir en klukkutíma með Einari. Já, og hún hefur kannski þurft að spurja hann eitthvað? Já, heldurðu það? Allavega held ég að þau eiga ekki saman. Og hvað áttu við með því? Þau bara ólíka manneskjur. Já, þér fannst nú ekki í den tíð að við ættum saman. Nú, valdur hún að hringja strax aftur? Já, halló. Já, blessaður. Nei, hún er ekki heima. Nei, hún fór eitthvert, já, með Lísbeth. Já, í saumaklúbb eða eitthvað svoleiðis held ég. Já, ég skal skila því. Nei, gerðu það ekki. Ég á ekki von á þeim fyrir seint. Já, blessaður. Jæja. Nú getur þú ekki svarað í símann í kvöld. Þú ert nefnilega farin í saumaklúbb. Áttu þú erfitt með að slappa af? Hvað áttu við? Nei, bara. Ég finnst þú oft vera svo áhyggjufullur. Ég veit ekki. Ég vil bara vita hvað ég vil. Nú orðið. Hvað viltu? Til dæmis vil ég þig. Ég er hérna hjá þér. Í augnablikinu, já. Ef ekki bara taka einn dag í einu. Það er einhver að koma. Þetta er allt í lagi. Þetta er bara Neyfi. Bíddu, ég er að koma. Æ, fyrirgeðu, ég vissi ekki að væri farin að sofa. Ég lagði mig bara, ég var hálfþreyttur. Já, heyrðu, ég talaði við seinna. Ok. Nei, heyrðu, ég ætlaði bara að láta þið vita af mér, sko. Ég er komin aftur heim. Bæði út af gamla mannum og svo líka út af mömmu. Ég held nú sé að taka sönsum. Ok, við sjáumst. Já, bless. Heyrðu, hérna, reynda að hvíla þig vel úr því þetta svona þreyttur. Allt í lagi. Að gera hér? Bara að drepa tímann. Því að vakna svona snemma. Ég er steinsofandi ennþá. Það kemst upp í vana. Það er skipstjórinn sem á að ræsa áhöfnun, ekki öfugt. En þegar þú verður en útgerðarstjóri, ætlar þú ekki að sofa út stöku sinni? Því túlípanin vil ekki að ég reyna að flýta mér að fiska upp þessar milljónir. Já, hann fæst þá til að lána mér það. Hann gerir það nú örugglega. Það er betur en að láta fyrirtæki fara á hausinn.
Halló? Já, hæ, þetta þú? Bara allt gott. Hvað er klukkan? Ég líti að hafa sofið yfir mig. Já, hérna, heyrðu, ég verð að drífa mig. Ég var að vinna fram eftir. Nú, það getur verið að síminn hafi ekki verið í sambandi. Í saumaklúbb, hvernig dettur þið það í hug? Halló, Óli? Óli? Afi sinn sagði við hann í gær að þú fórst í saumaklúbb með mér. Fíbl. Það var ekki illa meint hjá afa þín. Nei, það er ég sem er fíbl. Nei, sæll Óskar minn, það er gott þú ert kominn. Ég var hálfhræddur og hefði móðgast við okkur í gær og það alveg að ástæðulausu. Þetta ekki til að þér? Og ég kannski bjóða þér vínarbrauð. Ég hálf stalst til að kaupa þetta þó Lísbeth sé búin að harðbanna mér all sætindi. Þú leikur þér að mér eins og köttur að mús. Nú já, gerði ég það, já. Og ég get ekki láð þér það eftir það sem ég hef gert þér. Og hvað er það nú helst sem þú hefur gert mér? Þegar þú lést stelpuna senda mig út í gær, þá skildi ég auðvitað strax að þú varst búin að sjá í gegnum mig. Þú skildir það strax, já. Já, þú ert glöggur, kalla ég, og hvað var það nú annars sem að ég hafði séð í gegnum þig? Ég sagði þér ósatt þegar ég sagði að myrkra höfðinginn hefði brotist hérna inn. Ég átti nú alltaf erfitt með að trúa því á hann kall greið, þó hann sé sagður slæmur. Það var ég sem braust hérna inn. Mig hálfvegis grunaði það nú, Óskar minn, þó ég kynni ekki við að nefna það við þig. En má ég kannski spyrja þig núna úr því að við erum farin að tala þetta á annað borð? Af hverju varst að brjótast inn til að taka peningana? Þú búin að týna lyklinum? Ég var ekki að ná í peningana. Ég hef búin að taka þá fyrir löng. En til hvers vantaði þið þessa reikninga? Ég vissi að stúlkan sæi að ég kynni ekkert í þessu nútíma bókhaldi nema ég kæmi öllu draslinu undan og brendi það. Ég vildi ekki láta reka mig með skömm. En það segi ég upp núna, Sigurjón, og bið að fá að vera settur í fangelsi. Þú ert einhver alls skemmtilegasti maður sem ég þekki, Óskar minn. Og það myndi aldrei hvarfla að mér að reka þig, það kemur ekki til mála. Og ef þið langar í fangelsi, þá verður að snúa þér eitthvað annað. Ég hef ekkert með svoleiðis stofnanir að gera. Ég hélt bara alltaf að þú ætti svo mikið af peningum, Sigurjón. Var það, já. Og já, ég hélt það nú reynda líka, vinur. Lengi vel. En mér langar að spyrja þig að einu. Já, sem sjálfur sem kemur mér ekkert við, en hvað gerður þú við þessa aura? Ég get sýnt þér hvar þeir eru geymdir ef þið langar til. Já, það getur nú verið skemmtilegt. Já.
Þarna eru peningarnir. 1.030.000 krónur. Hvað ekki hélt ég þú væri svo mikill maurapúki að þú græfir peninga í jörðu? Ég gróf þá heldur ekki. Fyrirgefðu hvað ég er heimskur, en hvar eru þá peningarnir? Í grunninum, í byggingunni, þeir fóru í þetta nýja safnaheimili. Já, auðvitað gat ég sagt mér það sjálfur að þú kynnir með fé að fara. Jæja, góðan daginn, piltar. Þið eruð að byggja? Góðan daginn, Sigurjón minn. Nei, hér það Guð sem byggir. Við erum bara verkfæri í höndum hans. Já. Megum við kannski hjálpa ykkur að naglhreinsa svolítið? Já, verið velkomnir. Ég hef aldrei prófað að vinna fyrir svona háttsettan aðila. Og ef við komumst ekki í himnaríki fyrir þetta, Óskar minn, þá ekkert réttlæti til í heiminum. Maður á ekki að miklast af verkum sínum, Sigurjón. Nei, það satt. Ég syndugur maður. Já. Eyjólfur, komdu blessaður, komdu fyrir. Ég að trufla kannski? Einhver hjá þér? Nei, hver ætti það að vera? Það þolir enginn við hérna, maður. Meira að segja þú ert farinn. Hvað, akkur ertu svona fín? Ég ætla að fara að tala við túlípanan á morgun. Finnst þér þetta ekki góðu búningur til þess að fara að heimsækja bankastjóra? Ef ég á að segja alveg svo þá líst mér betur á því í vinnugallanum. Það sennilega alveg rétt hjá þér. Mér líður eins og hálfviti í þessu uniformi. Hvað ætlar að slá hana mikið? Ég ætla að nefna við hann 30 milljónir. 30 milljónir? Heyrðu, þá borgar sig örugglega að vera í sparifötunum. Hæ. Hvað að frétta pappa þínum? Hann allur að koma til. Sælvertu. Hvernig líst þér á bankastjórahöfði mín? Hvað? Þetta ekki fermingafötin? Til hvers ætlar þú að nota 30 milljónir? Og hvað heldur að túlipannin segi? Ertu hann kolvittlaus, Einar minn? Við höfum 10 milljóna. Hvað ertu að meina? Út af mynd af þér. Þetta gott fyrirtæki. Gott og gott. Það eru óvissu tímar í sjávarútvegi. Ekki allir tímar óvissu tímar? Svo hefur verið lánað þessu fyrirtæki út á mynd áður. Og ég ekki síður fiskinn en gamli var. Getur vel þú sérst fiskinn, en það ekki nóg nú til dags. Þú getur augljóst fiskað miklu meira. En ekki alltaf verið að hringla til með kvótan og veiðiheimildirnar. Hvað það allt saman heitir? Ætlar að neita mér lánið? Nei, en ég ekki viss að mér verði veitt heimild til þess að veita þér það. Ég á ekki bankan sjálfur, eins og allir hér virðast halda. En við skulum sjá til. Góðan daginn, heiðursmenn. Getum við fengið að tala við þig undir 4 augu? Já, 6 augu meinar þú væntanlega. Það ekki, þið þurfið ekki að vera feimni við hann Óskar hérna, það nokkuð? Eins og þú vilt. Ég tel mig hafa leyst innbrotsmálið og get lagt fram óyggjandi sönnunargagn. Nú já.
Já, ég hef ekki lagt fram neina kæru. Já, þetta er opinbert sakamál. Þessi flaska fannst þar sem reikningarnir voru brendir og það eru fingraför á henni. Kannastu við þessa flösku? Nei, ég geti nú sagt það. Mér finnst nú hver flaskan annari lík. Einhver með að það eru tómar. Veistu hvaða fingraför er á henni? Nei, ég veit það ekki, en ég geti nú kannski giskað á það. Það er ekki ólíklegt. Því að það eru þín fingraför sem eru á henni. Mín? Mín fingraf? Nei, nú dámar mér ekki. Drottinn sér sína, ég segi ekki annað en það. Já, það er eins og þú segir, Óskar minn. En þá eigum við von. Nú held ég að ég sé að verða gamall fyrir þetta starf. Hérna áðan var hér maður og bað 10 milljóna út af mynd af sér. Og svo kemur þú og vilt ábyrgjast fyrir hann lánið með því skilyrði að hann fá ekkert að vita af því. Heldur það ég sé ekki borgunarmanneskja fyrir þessu? Jú, áreiðanlega, þótt meira væri. Þá gerir þú svo vel og lætur mannin hafa lánið. Segðu mér, af hverju ertu að þessu? Kannski finnst mér ég skuldónum bróður mínu þetta. Ég hef ekki verið honum sérlega hjálpleg upp á síðkastið. Ég skal þá láta sjá pappirana. Sjáðu bara það sjálfur. Ég vil ekki að það fréttist að ég sé að ábyrgjast lán fyrir Pétur og Pál. En þú skilur hvað ég meina. Þú fann að pakka niður. Ég fer á sunnudaginn. En þetta er búið að vera góðu tími að mörgu leyti. Og hvenær kemur þú aftur? Ég veit það ekki. Fyrir en ég kem aftur, ef ég kem þá aftur. En ef ég get nú sagt þér að Einar er búinn að fá lánu. Ég trúi þér ekki. Það er nú samt satt. Nei. Var afi að segja þér þetta? Nei, hann veit það ekki ennþá. Nú hver vissi það þá? Nú bankastjórinn auðvitað. Sagði hann þér þetta? Nei. En ég kannast svolítið við konan hans. Hann lána allar þessar milljónir út á eina mynd. Þetta er ótrúlegu maður. Hann lánaði þetta ekki út á ljósmynd. Þeir tíma er liðnur og komi ekki aftur. Það kom konu og setti trygging fyrir upphæðin. Þú? Nei, elska mín. Ég á enga milljónir. Það er bara ein kona hérna í Vestmannaeyja sem hefur peningar til þess að ná. Þórdís? Ég nefnar engin nöfn. Því þetta er leyndarmál milli mín og þín sem þú ekki minnast á við afa þinn og alls ekki við Einar. Ég held að afi og Þórdís hefði alltaf verið upp á kant. Ekki alltaf. Ekki nema síðan við kynntumst og hann fór aftur að geta staðið á eigin fótur. Það er að hljóta. Nei. Ég tók varla eftir því.
tala um þetta síðasta kvöldið? Ég hugsa ekki neitt annað. Og ég get ekki talað neitt annað en það sem ég að hugsa. Hvað verður úr þessu? Ég kom hingað sumpart til að hugsa mig og nú fer ég aftur til að hugsa mig annar staðar. Kemur aftur eða kemur ekki aftur? Ef ég vissi það, þá þurfti ég ekki að hugsa mig lengur. Hvað hugsanakjaftaði þér þetta? Akkur þarftu að vera að fara til Reykjavík? Akkur sendur manninu bara ekki skeyti og býður honum í brúðkaupið okkar? Skulum ekki tala um þetta meira. Fyrir mig? Fyrir hafið.